Jæja, þegar ég ætla að taka kafla 8.7 undantekningar frá 8 reglur áður en ég fer í kafla 8.6 vopnmyndir. Og 8 regla, bara svo ég rifji það upp, ef við erum með sameindir eins og CH4 eða kannski væri nær að segja CF4, þá myndi maður vilja það að öll atómin í þessari sameind væru með 8 rafeindir svona eða með aðgang að 8 rafeindum. Þannig að það myndi þurfa að uppfylla 8 regluna fyrir tengiatómin. Hérna, þetta 8 á hverja í kringum hvert flúor og muna svo eru 2 rafeindir í hverju tengi. Þannig að flúor hefur hérna aðgang að 8 rafeindum, hvert flúoratóm og sama gildir með kolefni. Að það hefur aðgang að 8 rafeindum. Og þetta þá það sem maður myndi kalla 8 regluna. Aðgangur rafeinda að atóma að rafeindum, en þarna hins vegar ekki verið að tala eins og formlegu hleðsluna. Það sem verið að tala hversu margar rafeindir getur þetta atóm talið sem til síns eigins. Þannig að þá hefði verið með gildisrafeindir sem eru 7 fyrir flúor mínus fylgirafeindir sem eru þá alltaf bara önnur rafeindir við tenginu. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og 7 minus 7 síðan formlega hleðsla. En allavega svona í svona sem allra venjulegustu Lewis-myndum þá 8 reglan uppfyllt fyrir öll atómin í sameindinni. Hérna koma þessar 3 reglur þar sem að svo síðasta svo mikilvægasta að sem undantekning frá þessu. Það fjöldi rafeinda getur verið oddatala þegar maður leggur saman fjölda rafeindana. Og þetta svona eitthvað sem að þið myndir væntanlega ekki lenda í á prófi þó að væri meira svona heimadæma. Miðjuatóm fær færri en 8 rafeindir. Það í rauninni þetta svona aðaldæmið það, bórflúoríð, eða bór sem að tengist einhverjum 3 atómum. Og svo þessi langalgengasta að miðjuatóm fær fleiri en 8 rafeindir umhverfis sig. Og dæmið það PO4, 3- eða fosfatjónin. Þannig að ég ætla að byrja á því að taka þetta dæmi. Hérna myndum við vera með þetta miðjuatómið, hérna miðjuatóm og hérna miðjuatóm. Það var það alltaf fyrst að telja hverjar eru þá gildisrafeindirnar. Fyrir klór eru 7 og svo 2 sinnum súrefni sem 2 sinnum 6. Þannig að þetta var komið 12 + 7 eða 19 rafeindir í allt. Svo byrjað á því að teikna upp myndina, klór, sem að tengja síðan súrefnishóp sitt hvoru megin. Þarna var búið að nota 4 rafeindir í tengi. 1, 2, 3, 4. Síðan þarf að uppfylla 8 regluna fyrir súrefni sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þá búið að uppfylla 8 regluna fyrir það. Og það voru þá -12 í viðbót. Þannig að þetta alls, og hérna eru það eftir 3 rafeindir, 19 - 16. Það sem að hins vegar að hérna eru klór með 2 rafeindir, 2 + 2, 4 rafeindir. Það vantar í rauninni 4 viðbót. En þá erum við með 1, 2 og síðan kemur 1 stök rafeind Eina sem hægt að gera hér að setja þessar auka rafeind, að þetta eru 19 en ekki 18, á miðjuatómið. Og það þýðir ekkert að fara að setja tvítengi hér, af því þessi rafeind verður samt alltaf til svona vandræða, getur maður sagt. Og stök rafeind, eigi að síður kemur þetta ágætlega út í formlegu hleðslunni, af því að hérna myndið þið vera með súrefni sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það væri þá 6 - 7 sama sem -1.
Og hér sama með þetta súrefni hér. 6 gildisrafeindir mínus 7 gildisrafeindir sem að það getur, eða rafeindir sem það getur tekið til sín, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eða mínus 1. Og svo klór hér, það með 7 gildisrafeindir og hérna það 1, 2, 3, 4, 5, mínus 5 eða 2 plus. Þannig að formlega hleðslan til samans, mínus 1 plus 2 mínus 1, sama sem 0. En þetta er svona dæmi það ef við erum með oddatölu að setja þá auka rafeind á miðju atómið. Þá ætla ég að taka burtu þessa það var þá þessi fyrsta. Í öðru lagi, þá það þessi regla með bór, þessi miðju atóm fær færri en 8 rafeindir. Og þá ætlum við að sýna aðeins notukerfið. Að bór í 3. flokk, það hefur sem sagt 3 gildisrafeindir og í rauninni væri eðlilegt fyrir bór kannski bara að losa sig við 3 rafeindir til þess að uppfylla áttureglur eða tvistregluna getur maður sagt að 2 yst. En það sem það gerir, það myndar samfellt tengi, að ef við tökum þetta atóm og leggjum saman þá gildisrafeindir, þá erum við með 3 fyrir bór plus 3 sinnum 7 fyrir flúor. Það 21, það þá 24 rafeindir í allt. Ef maður fer bara eftir reglunni sem að kennd, þetta byrjum kafla 8.5, að byrja til að setja þess að atóm í miðjuna, það færi þetta hingað núna, erum með bór, tengjum sér flúoratómin inn á það, þá getum við sagt að sé búið að eyða 6 rafeindum í tengi, síðan myndi maður uppfylla átturegluna fyrir flúoratómin, og þegar nota þessa aðferð einu sinni, að inn í hverju striki eru 2 rafeindir. Þarna búið að uppfylla þá átturegluna fyrir flúor. Og erum við með þá mínus 18. Og það þá sama sem 0, 24 mínus 6 mínus 18. Og auðvitað það þá þannig, eins og maður veit, ef við viljum uppfylla átturegluna fyrir bór, sem núna bara með aðgang að 6 rafeindum, þá á maður að geta búið til tvítengi, sem að reynda, flúor ekki sérlega, það myndar helst bara 1 tengi, en við getum gert það. Tekið sem sagt þetta það séu bara 2 eftir hér og svo komið tvítengi Þá getum við sagt að áttureglan uppfyllt alls staðar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líka og svo 8 umhverfis bór. Og þetta alveg hárrétt mynd. En eigi að síður þá það þannig að í raunveruleikanum bór, þetta rétta myndin. Bara 3 eintengi og bór bara með 6 gildisrafeindir sem það getur haft aðgang að, eða 6 rafeindir. Svo erum við með þetta hinn rittáttinn. Svona. Og þetta getur maður sýnt fram á með því að skoða þessa formlegu hleðslu. Og formlega hleðsla var þá langbest ef að þú var sem minnst frávik frá 0. Þannig ef ég tek formlegu hleðsluna fyrir þessa mynd sem rétt miðað við þessa reglur, þá verðum við með flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og það hefur 7 gildisrafeindir, þannig að formlega hleðslan 7, mínus 7 sama sem 0. Það mann sem þá tekur maður alltaf aðrar rafeindina í tenginu. Og verðum við líka með 7, mínus 7 sama sem 0. Maður hins vegar fyrir þennan flúor, þá erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6 fylgirafeindir.
Hérna erum við 7 mínus 6 sem sama sem plús 1 sem svo svona ekki nein uppáhaldstala fyrir flúor sem mjög rafneikvætt og fyrir bór erum við með 3 gildisrafeindir mínus og svo hérna 1, 2, 3, 4 eða sama sem mínus 1. Þannig að hérna værum við með hleðsluna, formlegu hleðsluna 0 og 0, plús 1, mínus 1. Þó að allt sé öll afturreglan sé uppfyllt. Hérna hins vegar erum við með, hérna eru öll flúoratómin eins. Þannig að hérna það allstaðar 7 mínus 7 sama sem 0, 7 mínus 7 sama sem 0, 7 mínus 7 sama sem 0 og bór 3 mínus 1, 2, 3, að það bara þessar 3 rafeindir sem það hefur aðgang að og það hérna þá sama sem 0. Þannig að hérna frávikið frá formlegu hleðslunni frá 0 ekki neitt. Þannig að þetta hérna stöðugra. Við getum sagt hérna að formlega hleðslan trompar afturregluna þegar bór á við hlut. Það setja það hérna formleg hleðsla trompar afturreglu fyrir bór. Þannig að þetta held ég bara lang algengasta dæmi þegar við erum að tala þessa hérna að miðjuatóm hafi færri heldur en 8 rafeindir. Hérna sett bara með 1, 2, 3, 4, 5, 6 en þetta samt sem áður raunverulegt form fyrir þetta. Þetta var regla 2 og þá bara eftir að fara í þessa sem langalgengust og mikilvægust og það að miðjuatómi sem fleiri heldur en 8 rafeindir. Og þá ágætt að hafa það í huga að það eru málmleysingjar sem eru í 3. flokki og neðar sem geta þetta. Þannig að við setjum upp lotukerfið og hérna erum við með flokk, eða sem sagt lotu 1, 2, 3 að við getum sagt að það eru þessi hérna málmleysingjar svo hérna, ekki hópur 1 og 2, heldur þarf þetta að vera hérna í hópi 3. Einfaldlega af því að fosfór, ef það uppfyllir afturregluna og þarf svo að bæta við sér fleiri rafeindum, þá getur það sett rafeindir í díesúrúmi sem fylgir því. Þetta munir kannski að þetta 3p og svo þetta 3d. Þannig að þau geta nýtt sér díesúrúmi til þess að geyma rafeindir í, sem útskýrir að önnur lota það engin aðgangur þar að díesúrúmi. Þannig að þetta myndi vera þá málmleysingjar í 3. lotu og neðar. Geta haft fleiri en 8 rafeindir. Umhverfissig. Við ætlum þá að taka hérna fosfór, PO4 3- eða fosfatjónina. Og hérna byrja ég bara á því að taka hér þá hverjir eru fjölda gildisrafeinda. Fosfór sem fyrir neðan mítur í flokki 5, þannig að það 5 rafeindir plús 4 sinnum 6, það sem 6 fyrir súrefni og síðan plús 3 rafeindir af því að við erum með þessa 3 mínusleðslu, það þýðir það eru 3 meira heldur en ef þetta væri hlutlaust.
Hérna erum við þá 24 pluss, já, 29, þetta eru þá 32 rafeindir. Er ekki 24, 32 rafeindir. Og svo byrjar maður að setja þetta upp. Fosfór í miðjunni. Og það er þetta koma 4 hérna súrefnisatóm. Svo ætla ég að gera hérna, uppfylla átturegluna fyrir súrefni, að tengja atómin. Og sjá þá hvernig þetta lítur út. Hérna erum við með mínus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rafeindir sem eru í tengi. Og þá er eftir 24. Síðan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sem 6. Mínus 24 mínus sama sem 0. Og alveg eins og í dæmið með hérna bróm-tríflúorið, þá er hérna áttureglan uppfyllt hérna. Hérna er sem sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já, áttur eftir að setja þessa 2 punkta hér og fosfór hefur aðgang að 8 rafeindum líka. Þannig að þetta hérna væri alveg rétt nema þið væri beðin að finna stöðugustu myndina. Og þá fer maður að velta fyrir sér hérna hver er formlega hleðslan. Ef við erum hérna með fosfór, þá er formlega hleðslan 5 gildisrafeindir mínus 4. Það er bara 4 rafeindir sem það getur talið sínar eigin. Þannig að það verður þá pluss 1 hér. Og síðan erum við með á öllum súrefnisatómunum, þá erum við með 6 gildisrafeindir mínus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Svo mínus 1. Þannig að við erum með mínus 1 hérna á öllum súrefnunum. Ef hins vegar að það er myndað 1 tvíttengi. Þannig að við látum hérna til dæmis þessar hérna 2 rafeindir fari það að mynda tvíttengi, eða þess aukatengi hér. Þá er maður með súrefni hérna og þessar hérna rafeindir fóru hingað og eftir stendur þetta. Og síðasta. Og hérna erum við komin með þá þessa mynd þar sem hérna formlega hleðslan kemur betur út. Hérna myndum við vera með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rafeindir umhverfis fosfóratómið, en formlega hleðslan er hins vegar 5 mínus 1, 2, 3, 4, 5. Þannig að formlega hleðslan er 0 hér. Hérna erum við með fyrir þetta tvítengda súrefni 6 mínus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem sama sem 0. Og svo alveg svo fyrir súrefni hérna, þá er formlega hleðslan mínus 1 alls staðar. Þannig að þetta hérna er minna frávik frá 0 fyrir formlega hleðslu. Og það trompar áttaregluna. Og þetta getur við sagt svona, þetta dæmi, það sem maður er með fosfór, þá myndi að vera að það beðum stöðugustu myndina, þá borgar sig að tékka á því hvort að það sé möguleiki á þessu. Þá held ég að, þessi kafli sé komin og ég ætla þá að taka upp sérstaklega þarna kafla 8, 6, þar sem við byrjum að tala vokmyndir. Og vokmyndir eru þá í rauninni ekkert annað en það að þetta tvítengi hérna, það getur flust hingað. Það er ekkert annað heldur en flutningur á tvítengjum. Það er bara svona rétt að sýna það hérna í lokin. Að ef að þetta hérna tvítengi fer hingað, þannig að það myndast tvítengi hér, þá myndi þetta hérna tvítengi
rofna og fara aftur hingað. Þannig að þá væri maður komið með saxaðarnir hérna en tvítengi hér. Og þá er maður komin með mynd sem er alveg sem maður hefur bara snúið 90 gráður. Þessari mynd sem ég teiknaði áðan, að tvítengi er komið hingað. Og svo getur maður teikna mynd þar sem tvítengi er hér og tvítengi hér. Þetta köllum við walk-myndir. Þetta myndir sem sýna hvernig getur þessi sameind í rauninni verið og þetta eru þá 4 mismunandi myndir. Tvítengi hér, tvítengi hér, tvítengi hér, tvítengi hér. Og þetta er svona flutningur á tvítengjum. En læt þetta duga í bili.